Við erum hérna staddar í Safnahúsinu á Sauðárkróki. Hér hafa verið töluverðar framkvæmdir upp á síðkastið eða hvað? Já, ansi miklar. Hér búið að taka bókasafnið alveg í gegn, nánast. Það búið að byggja nýtt anddyri og við fengum loksins langþráða lyftu í húsið. Já. Þannig að þessar framkvæmdir voru mikið fagnaðarefni og allir mjög glaðir yfir því. Þær hafa staðið yfir töluvert lengi. Já, tæpt ár. Já. Áttu nú ekki að gera svona mikið en það er nú eins og það er í gömlum húsum að boltinn fór að rúlla og við náttúrulega fengum miklu betra hús. Sko því þann partin sem búið að taka í gegn, það er nú ekki búið náttúrulega. En bókasafnið endurnýjaðist að miklu hluta. Og hvað er hérna annað en bókasafn? Hér er Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og Listasafnið og svo er hér Sögufélag Skagfirðinga sem er mjög öflugt útgáfu félag og Byggðasaga Skagafjarðar hér líka sem er mjög merkilegt rit og metnaðarfullt. Já. Og hér var ýmislegt gert, meðal annars er komin lyfta í húsið. Já, og það var nú, já, mjög langþráð. Það var nú eiginlega aðalatrið. Það var að bæta aðgengi því að stigarnir hérna eru býsna erfiðir. Þetta er 50 ára gamalt hús og í upphafi var bókasafnið strax sett upp á aðra hæð. Þannig að stigarnir voru að reynast mörgum mjög erfiðir. Já. Þannig að þetta er mjög kærkomið. Og svo náttúrulega fylgdi það var ekki nóg að komast inn, það þurfti líka að vera aðgengi á safninu fyrir hjólastóla til dæmis. Þannig að safnið er orðið miklu svona rýmra heldur en það var. Ekki jafn þétt raðað af bókaskápum eða öðrum gögnum. Þið opnuðu nýlega eftir tæplega ár. Já, tæpt ár. Já. Og við erum mjög góð aðsókn bara þessa daga síðan sem hefur verið opið. Það er opið hérna milli 11 og 6 alla virka daga. Þannig að við vonumst bara til þess að sem flestir fara að mæta. Og þetta er mikið bókafólk hér í firðinum? Já, það er ekki hægt að, hefur ekki verið hægt að kvarta undan aðsókninni. Og nú náttúrulega opnast möguleiki fyrir alveg nýjan hóp. Þannig að ég vona bara að lánþjóðunum fjölgi og gestunum. Hér frammi er svona alrými sem við köllum, þar sem við verðum með blöðin og tímaritinn og kaffi. Og þetta glerhýsi er mjög skemmtilegt, þannig að fólk getur líka bara setið og hort út. Það er allt alveg nýtt, glerhýsi? Það er alveg nýtt. Það er raun og veru fylgdi lyftið húsinu. Já. Og býður bara upp á, ýmsa möguleika. Og þú segir að framkvæmdirnar séu ekki búnar. Hvað á eftir að gera hér með það? Nei, það er náttúrulega eftir að gera ýmislegt og ekki síst kannski það sem snýr að skjalasafninu. Nú er Þjóðskjalasafnið farið að gera mikla kröfur um geymslu og alltaf bætist í gögn á skjalasöfnum. Þar má litlu henda. Þannig að það vonandi verður haldið áfram sem fyrst. Og svo er þetta bara svona eitt af öðru sem þarf að gera. Það voru teknar í gegn snyrtingar á neðri hæðinu og þar eru snyrtingar fyrir fatlaða. Fráveitan var tekin. Þurfti að taka hann alveg í gegn. Þannig að það býsna mikið búið. Já. Eða þá hvað, bætt aðgengi og opnara flottara safn og bara... Það er svona aðal. Já. Það er aðalmálið. Og Skagfirðingar ánægðir? Já, ég hef allavega ekki reykist enn á nokkuð sem er ekki glaður yfir þessu. Og ánægður. Til hamingju með þetta alltaf. Já, þakka þér fyrir.